Eitt af orkufrekasta sem maður gerir er að taka ekki ákvörðun. Taktu bara ákvörðun. Það er bara þreytandi að vega og meta. Málið er að það eru engar réttar eða rangar ákvörðanir í þessu lífi. En að hanga á milli tveggja eða fleiri valmöguleika er alveg ótrúlega orkufrekt og maður spýr alltaf bara niður og allt virðist verið í þoku. En svo stendur í Jakobsbréfi, ef maður tekur ekki ákvörðun og velkist í efa, að þá er maður tvílyndur og reikull í öllu sínu atferli. Og þetta á við alla mögulegar ákvarðanir sem við tökum, bæði stórar og litlar. Ef við stöndum frammi fyrir því að þurfum að ákveða hvort við viljum flytja til Hong Kong eða Parísar, þá þurfum við ekki að vega og meta of mikið. Því ef við festumst í þeirri trekt, gætum við verið að vega og meta í mörg ár og aldrei gert neitt. Staðið frekar eftir með eftirsjá. En taktu ákvörðun. Ef þú tekur ákvörðun að flytja til Parísar og það feilar, taktu þá bara nýja ákvörðun það að flytja til Hong Kong. Sannlega kostar það kannski aðeins meira, en með þessu ertu að koma flæði lífsins að stað. Og í smáu atriðunum taktu þá ákvörðun að drekka kaffið þitt. Taktu meðvitaða ákvörðun að fara í ákveðna flík eða fara aðra leið í vinnuna. Og með þessu þá tappar þú inn í núið og hangir ekki í sjálfstjórn hugans allan daginn. Komdu niður í líkamann og taktu ákvörðun út frá hjartanu.